framhjáhald, Áslaug. Framhjáhald. Tölum framhjáhald. Já. Skilgreinir fólk, og það er náttúrulega augljóslega að meina bara fólki sem kemur til þín. Já. Er fólk búið að tala hvað framhjáhald og hvað ekki? Nei, ég held að almennt gangi fólk út frá því að við öll skiljum þetta eins, að allir séum sömu hugmynd hvað að halda framhjá og hvað ekki. Hvenær ertu búin að ganga of langt? Almennt held ég að fólk upplifa það þannig bara, þú hefðir átt að vita að þetta var of langt. Þannig þegar fólk kemur til mín af því að það er búið að koma upp framhjáhald, sko, þá kemur fólk, að þá er það yfirleitt alveg klárt að báðir aðilar upplifa það að þarna var farið yfir mörk. Það er ekkert í gangi, það er ekkert í gangi. Og svo kemur já á einhverjum tímapunkti, en oftast er það í dag að þú finnur þetta, það er einhver rafræn slóð. Já. Og það er svo hrikaleg aðferð að komast að þessu að því að þá lestu lestu söguna sem var aldrei ætluð þér. En af hverju er fólk þá komið í ráðgjöf? Hvað vill það fá út úr ráðgjöfni? Það vill laga. Ok, það vill halda áfram. Já, ég meina fólk kemur ekki til mín ef það kemst upp framhjáhald og það gefið þú missi viðkomandi. Það er óvissan sem við verðum öll að lifa með. Annaðhvort ferðu frá mér eða þú deyrð. Já. Þá sem heldur framhjá verður að taka ábyrgð á því. Maginn kannski þarf samt að taka ábyrgð á ef maður ætlar í alvörun að komast yfir þetta og vinna með þetta og láta þetta verða einhverja leksju en ekki vera eitthvað tromp á hendi sem ég hef yfir þér þar sem eftir er, sko. Að ég má þetta og hitt af því að þú veist, að þá þarf maður líka samt að fara og horfa í eigin barm. Fólk vill ekki þurfa að leggja sig fram eða setja eitthvað í kynlíf, það vill bara fá það ókeypis. Það er ekki til sem heitir free money, það er ekki til heldur sem heitir gott kynlíf og ég þurfti ekki að gera neitt.